Komið sæl og verið velkomin í handboltakvöld. Við í þætti kvöldsins ætlum að fara yfir undanúrslitin í Ólísdeild kvenna. Það er ljóst að Grótta er komin í úrslitin og það kemur síðan í ljós hvort að verði Stjarnan eða Haukar sem mæta Gróttu. Með mér eru eins og í seinasta þætti Lúther Gesson og Sigurjón Friðbjörn Björnsson, þjálfari IR. Komið sælir. Takk fyrir. Byrjum á að ræða ríkjandi Íslandsmeistarana, Gróttu. Það tóku fram 3-0, hvað ég að segja, samfærandi? Já, það ekki bara þannig? Meina, þú veist, já. Ég held að. Já, það var það. Það var ekkert, það er ekkert að tala um eitthvað óréttlæti í því. Það var bara, já. Við skulum samt bara á meðan við erum að ræða þennan leik, þá erum við með nokkur atvik þar sem við kannski kíkjum aðeins á sóknarleik Gróttuliðsins. Það hefur nú verið talað stundum það að hann sé ekki samfærandi og menn kannski ekki veitt sammála því en myndirnar tala svo sem sínu máli og kannski við á þess að segja kannski eitthvað of neikvætt en hann er einfaldur svo ég vitni nú í ágætis mann. Já, hann er það er ekkert að gera neitt einhverja brjálæðislega flókna hluti en ég meina þetta er áhrifaríkt og þú veist, þannig, ég meina það er ekkert að skora mörg mörk en þú þarft ekki að skora neitt sérstaklega mörg mörk þú átt að fá 15,6 mörk að meðaldal á þig yfir heilt tímabil sko og þá getur þú kannski treyst aðeins á hraðablöpin og ekkert að hafa þetta á flóki en þetta er náttúrulega varnarlið en þær eru náttúrulega með frábæra einstaklinga innanborðs og þá kannski þarft ekkert að gera hlutina sérstaklega flókna. Sammála þessu, Lúther, hvað segir þú? Já, það er eiginlega bara svolítið skrítið sko hvað þeir hafa kannski komist upp með það en samt ekki. Þú kallaði sóknarleikin þeirra vandræðalegin í seinasta þætti, þú hefur svolítið verið leiðandi í þessu umræðu. Já, ég held að sko við sjáum bara myndirnar, tókum hérna nokkra sóknir út, sýnum bara sóknarleikin. Þetta er miðað við hvað allir tala um hvað þetta er stórt lið á Íslandi í dag. Hvað er að gera rosalega mikla og vandræðalega sóknartæknifélaga og einhvern veginn finnst mér bara svona þegar yngsti leikmaður auðvitað er hún bara alltaf að fá starra hlutverk og verða betri og betri. En strákar, fyrst við erum að ræða Lovísu Tómsson og ég veit hvað þú ert að fara að segja og kom inn á þetta áður, aldur hennar, hún er 99 módel, allt þetta ef hún er góð í handbolta, skiptir einhverju máli hvað hún er gömul? Nei, mér finnst það ekki. Ef þú ert nógu góður, þá ertu bara nógu góður. Hvort þú ert 15 ára, 12 ára eða 37 ára, ég meina, punktur. Getum talað sko, eins og ég hef sagt að F.A. treysti Aron Pálmarsson þegar hann var ungur og það eru fleiri dæmi. Já, ég meina, Þóri Anna líka í F.A. gríðarlega ung þegar hún var að spila. Hún bara 11 ára eitthvað þá. Já, nákvæmlega. En það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt kannski á mjög ungan einstakling og þú veist, það er kannski það, en hún er alveg nógu góð, finnst mér. En til þess að bera upp í sóknarleikinn, þú veist. Já. Við getum náttúrulega ekki borið Lovísu Tómsson sama við hvernig hún var núna og hvernig Aron Pálmarsson var að spila þegar hann var 16 ára, sko. Það var gríðarlegur munur á þessum tveimur leikmönnum þegar Aron Pálmarsson var 16 ára. Bara því að hann var karlmaður, sko. Þú sé ekki nema bara það, skilur. En það eru líka aðrir einstaklingar í þessu Gróttulið sem eru náttúrulega mjög góðir, sko. Já, en það er, ef á miðjunni, það er Anna Úrsula, við erum með Sunnumari, landsliðsmenn sikur á horninu, þú ert með markmann sem gæti nú verið í landsliði. Nú ert þú bara starfandi og hefur starfað sem þjálfari kvennaliðs. Ef þú ert með þetta lið í höndunum, viltu ekki, sko, ég held að Anna Úrsula sé að skila öllu sínu og rúmlega það. En viltu ekki sjá leikmenn eins og Þóru, Unni Ómars, bara Evu og fleiri, bara rísa betur upp þegar svona... Lauf Ásta, við erum ekkert búin að minnast á hana. Já, líka Lauf, ég meina, já, þetta er bara frábært lið. Þú veist, sér nöfnin að það. Og ef við skoðum þessar sóknir sem við vorum að skoða á það, þær byrja bara, þetta eru hæga sóknir, þær byrja ofalega á vellinu, ef hans liðið er búið að skila sér í vörn, þá byrja þær ofalega á vellinu, koma hægt og sígandi niður, maður veit ekki eins og, þú veist, það seint ekki ákveðinu hvaða kerfi á að spila, en við erum að sjá bara Lovísu Tómsson að það. Ég dáist að þessu leikmanni með að við hvað hún er gömul.
að hún skuli bara leggja í þetta, skilur við. Af því að hún með ansi sterka leikmenn þarna á móti sér líka varnarlega. En þetta er eina sem hafa. Það bara liggur við eftir svona 10 sekúndur þá hann komin á tíma og hún á að gera eitthvað. Mörkin sem þeir skora fleiri mörk og hraðaupphlaup í þessum leik heldur en í uppstilltum sóknarleik. Sko. Já. Og þar er Grótta besta varnarliðið og besta liða fleytuboltanum. En Anna Úrsúla frábær, þeirra besti leikmaður í alla vetur. Ég myndi setja hana fyrir ofan Írisi. Þær eru náttúrulega búnar að þær eru búin að vera mjög góðar í vetur og en eins og ég segi, ég held að munurinn á milli sem sagt þeirra og til dæmis kannski ef við tökum Hauka deildarmeistaratitil, að þá eru Haukar kannski með betri einstaklinga sem henta kannski betur á móti þessum varnarleik sem Grótta spilar, sem náttúrulega frekar passífur. Þær eru frekar neðarlega og þær eru með mikla hæð og með frábæra markmann að þú færir leikmenn eins og Ramúne sem getur hoppað töluvert kannski fyrir utan punktalínuna og Maríu Innes líka, sko, þá ertu komið með kannski svona smá kryptonite á þennan varnarleik, sko. Hans Lúther spurði aðan, sko, hvernig þú myndir, ef þú að þjálfa Gróttu, hvernig þú myndir hafa hlutunum og hvað þú myndir vilja sjá. En ég spyr þig á samanskapi, sko, nú ertu þjálfari í Ólafsvík kvenna. Þú hefur svo sem spilaði Gróttu, en hvernig myndir þú, ef þú að fara að spila leik á Gróttu morgun, hvernig myndir þú stilla upp varnarleiknum? Hvernig stoppar Gróttu? Sko, það er náttúrulega, þær eru með gríðarlega sterka einstaklinga maður og mann og þær lifa og nærast svolítið á því í þessum sóknarleik og Eva er á miðjunni hjá þeim, hún er virkilega góð. Mér finnst hún eiginlega svona hvað beittasti sóknarleikmaðurinn þeirra og hún lofið sér náttúrulega frábær líka. Hún er svona gegnumbrottsmaður og meðan Eva hefur kannski aðeins meira og hún stýrir þessu gríðarlega vel. Svo ertu með Sunnu Maríu sem er líka mjög góð, en þær eru kannski ekkert með einhverja brjálæðislega hæð, þannig að þær eru ekkert mikið að skora fyrir utan punktalínuna og svo ertu náttúrulega með frábæran línumann á línunni, sko, þannig að ég myndi vera frekar passífur. Sem getur spila sem skipta líka? Já, ég myndi vera frekar passífur og þú veist, ég held að Fram myndi gera meira í þessu einvígi. Ég verð að vera eðlilegur, sko. Fram geta spilað mjög góða vörn og þær eru frábæri hraðaflum, en það er bara einhvern veginn sóknarleikurinn þar voru einstaklingar sem bara einfallega reisa ekki upp og sem að mínu viti áttu að gera miklu betur. Já. Það vantaði bara talsvert þar inn. Við þurfum að segja skilum við þennan leik og snúa okkur að mögulegum mótturum Gróttu í úrslitakeppninni, en rétt í lokin, við erum búin að tala Gróttuliðið án þess að minnast nógu mikið að mínu mati á ákveðin leikmann sem varði 31 skot. Hún er náttúrulega bara gamevinur. Þetta er bara rugl. Hún er bara besti markmaður á Íslandi í dag. Ég meina, hún væri í landsliðinu ef hún myndi gefa kost á sér. Ég held að það sé... Pressa á hana bara? Já, ég held að það bara fari ekkert á milli mála. Já, það verður pressa á hana núna því að Florentína er ekki að fara að spila þessa landsleiki. Og þetta er eini markmaður sem við höfum og hún er náttúrulega búin að segja það, ok, hún vildi sinna fjölskylduverkefnum. Þetta eru 2 leikir á 3 eða 4 dögum. Íris, hún kemur bara í það verkefni, sko. Við setjum bara pressu. Það var ógeðslega gaman. Það var ógeðslega gaman. Ég held að hún myndi líka hafa gaman. Þjóðin bara þarf hana núna, sko. En þegar hún... Það er eini möguleikinn að vinna Þýskaland og Frakkland, það er að hafa alvöru markmann í markinu hjá okkur. Þannig að þú veist, ef Ísland fer ekki á næsta stórmót, þá getum við verið bara í kringlunni. Íris, takk. Já, þú ert ekki með. Ef hún kemur ekki. Ég veit hann ekki. En þegar vörnin stendur svona sæmilega og hún er ekkert bara að taka skútur sem hún á að taka. Við erum að tala dettar hana líka. Já, en hún tekur náttúrulega í þessum leik fannst mér gríðarlega mikið af skotum sem að voru skylduboltar. En hún er heldur ekkert komin inn að vitleysu þegar þessi skylduboltar koma. Nei. En það er líka eitt, sko, þær eru að fá 15,6 mörk eða þær eru að fá undir 16 mörk á sig að meðaltali yfir deildina. Það er fáránlegt. Já, það er náttúrulega... Þú þarft ekki að skora meira en 20 mörk þá og þá ertu nánast bara með 90% sigurhluta. Já. Þetta eru tveir leikir sem þeir eru þurft að vinna og þá eru verið deildarmeistarar. Þær eru að lenda í tvíframlindum leik sem að var þar sem að þær
Nei, þær fara í úrslitin í bikarnum og tapa 19-16 eða eitthvað á móti Stjörnunni. Nákvæmlega, þetta er Það sem Stjarnan hittir á sko virkilega góðan leik. En þarna sjáum við, þarna kannski munar mörkin sko. Nákvæmlega. Ef við förum að kíkja núna í HTMI, þar náttúrulega, orðið kaflaskipt á, er ekki nógu sterkt. Við erum að sjá Haukar busta Stjörnuna í fyrsta leik á heimavelli, Stjarnan svarar með góðum leik á heimavelli, vinnur eins og sigur, Haukar aftur mjög samfærandi á sínum heimavelli og núna í kvöld Stjarnan á sínum heimavelli. Án Flóru. Náttúrulega Heiða kemur flott inn. Heiða Ingólfs búin að koma bara skemmtilega inn í þetta. Hún er mjög góður markmaður. Eigum við ekki bara fleiri markmenn í kvennaboltanum núna heldur en við vitum af? Jú, eflaust. En sko, það var kannski það sem ástæðan fyrir kannski að menn voru hræddir kannski þegar Flóra dettur út að náttúrulega þegar þú ert með Flóru í liðinu þá kannski eðli málsins samkvæmt fær Heiða ekki margar mínútur en hún að stimpla sig núna og gera það vel. Heiða náttúrulega frábær markmaður. Hún gæti verið í byrjunarliði örugglega í mörgum liðum. En þú veist, hún náttúrulega bara þetta líklega eitt af betri markvarðarpörunum í deildinni ef við horfum á það svona sem teymi. Ég rosalega hrifinn af Stjörnunni. Ég meina Haukar ríkjandi deildameistarar, eru með frábært lið og eru með líklega einn besta útlendinginn í deildinni í dag, myndi ég segja, bæði ef við teljum Ramúni sem útlending og svo erum við Maríu Ines líka sem sem ég að telja sem bara einn besta útlending í deildinni í dag. Já, það náttúrulega frábærar. Eigum við ekki að segja með að þetta hefur verið að vinnast á heimavelli, það eitthvað að spila þetta, Haukar ekki bara að klára þetta? Ég veit ekki. Mér finnst Stjarnan Ég ekki viss það. Nei, mér finnst Stjarnan líklega Leik 2, var það ekki leikur 2 þar sem við tókum varnarleikinn hjá Stjörnunni? Frábær sko. Þær spila líka frábæran varnarleik á móti Gróttu í bikarúrslitum og þær eru búnar að eiga mjög góða leiki í vetur og þær eru ekki búnar að fyrir utan kannski, var það ekki fyrsti leikurinn sem þær töpuðu frekar samfærandi, þá það nú bara að vera frekar þéttar. Ég held að sko þó að við fáum aldrei Kára Garðars til þess að segja okkur hvort liðið hann vilji fá. Ég held að vilji fá Haukana frekar. Haukarnir eru... Hann á harma hefna gegn báðaliðum. Haukar hafa deildarmeistaratitilinn og Stjarnan hefur af þeim bikarmeistaratitilinn. Mér finnst Stjarnan þegar þær taka sér til, þá er ekkert sérstakt að mæta henni í völd. Ef það sýna þetta á móti Gróttu, á móti uppstilltum sóknarlega Gróttu sem vorum að horfa á hann, þá keyrir Stjarnan yfir þær. En ekki, sko við erum búin að sjá það eiginlega bara alveg í gegnum alla úrslitakeppnina að það of mikla sveiflur svo Stjörnunni. Það busta Val, skítapa fyrir Val og vinna Val. Skítapa fyrir Haukum. Þetta fái leiki samt. Þetta eru nú samt komni 7 leikir. Þess að það hafa unnið, tapa á því. Þegar að lenda á móti Gróttu. Það smullu þegar það var eitthvað svona í augsýn. Það var bara þegar bikarinn í Laugardalsvellinum var bara í augsýn, þá taka þær allar fylgpúst. Mér finnst í rauninni eina liði sem svona, ef við köllum það díselvél kvennaboltans, að það svona Grótta sko. Þær eru hvað stabílastar. Haukar hafa líka átt ekkert sérstaklega leiki í vetur og í þessar úrslitakeppni. Stjarnan hefur líka verið að lenda í þessu, Fram hefur verið að lenda í þessu í vetur. Mér finnst og IBVF líka ef við förum lengra tilbaka. Munið eftir einhverju slæmu leiki á Gróttu? Jú, það sem að tapa fyrir Stjörnunni og 26 undir í hálfleik. Ok, en þær eru svona eins og Haukar. Þær eru Haukar kvennaboltans og svona kalla mig, svona díselvélin. Mér finnst til dæmis eins og Stjarnan. Þetta náttúrulega, við erum að reikna með þetta fari í 4-5 leiki í úrslitum og líklega þetta líka Haukar Stjarnan. Já, þetta kom í 5. leikin. Já, kom í 5. leikin. En mér finnst Stjarnan gegn varnarleik Gróttu, þær myndu kannski í meiri vandræðum heldur en Haukar og það bara út af því að Grótta vill spila svolítið passíft og meðan að Haukarnir hafa kannski skítturnar í þetta, nú ekki að segja að Stjarnan hafa ekki, en Ramúni, hún er bara virkilega góð skipta. Ramúni fór upp á sjúkrahús í kvöld sko. Já, ég myndi þetta veita af því sko og það kannski... En erum við að sjá að hún tímabili búið eða hún...
sem betur fyrir, þú veist, er þetta ekki í byrjun, er þetta Hún ekki hefur bara þurft að leggja sig aðeins. Það var að koma þessu að. Það var að koma þess að. Nei, ég held að ég veit það ekki, en hún mun ekki ná sér í 100% aftur þar sem eftir í vetrar. Ég veit að þessi hnémeiðsli komu fyrir í síðasta leik, þar sem að hún meiðist á hné. Og ég spurði Óskar hans út í það og hann sagði ok, þetta var bara smá árekstur og hnéð á að reka saman og hún fann til og eitthvað. Hún var ekki reyna tæp eða hún lendir þarna aftur og ég held að hún komi ekki til með að spila 100% manneskja í 60 mínútur eins og hún er búin að vera að gera. Mér langar að tala að við erum að tala um meiðsli, kannski smá út úr, en Florentina Stancio, hún meiðist í leik 3. Og er ljóst að hún verður ekkert meira með. Já, er mjög ólíklegt allavega, skulum við segja. En það er búið að gefa það út að hún sé hætt eftir tímabilið, fara aftur til Rúmeníu. Þetta er svo leikmaður sem er einhvern veginn glætt bara kvennahandboltan lífi oft á köflum. Bara einhver metnaðarfyllsti íþróttamaður sem hefur reynt á sig handboltaskó í kvennahandboltanum á Íslandi. Er ekki gríðarlega sorglegt samt að hún fái ekki að klára þetta svona á sínum forsendum? Að þetta þurfa að enda svona? Jú, mér finnst það. Mér finnst hún líka bara svo ótrúlega skemmtilegu leikmaðurinn á velli. Ég meina, hún ver og það er alltaf upp í stúkuna og þú veist, hún er karakter. Hún fagnar boltum á æfingu bara eins og hún hafi verið að vinna titil. Hún er bara karakter. Og það er ótrúlega gaman að hafa karakterinn á vellinu. Þannig að þetta er klárlega missir í einvíginu. Alveg klárlega fyrir hvaða leikmaður sem er. Það vill engi leikmaður kveðja handboltan svona. Það er ekkert ástæðulausu sem hún var valin í Rúfi í fyrra frekar hitti fyrra besti erlendi leikmaðurinn sem spilað hefur í íslenskum kvennabolta. Nei, mér finnst það bara, ég held að það sé bara alveg löggilt sko. Ramúni kannski, ég meina. Já, við tökum ekkert henni en hérna kannski spilaði henni að Flóra var ennþá að spila á Íslandi og spilaði lengur á Íslandi. Við erum bara að sjá líka að Ramúni það er bara aðeins að síga í hana. Já. Og hérna það er ekki, þú veist, hún er alltaf góð Flóra. Hún er bara, þú veist, auðvitað er hún búin að eiga þetta tímabil líka, svona down upp og niður, skilurðu. Já. En þegar Stjarnan þarf á hann að halda, þá klikkar hún ekki. Stjarnan, Haukar, hver vinnur við? Allt undir einum leik, 8 leikur, það sem við viljum sjá. 8 leikur. Það er erfitt að spá þetta. Það er mjög erfitt sko. Mér finnst einhvern veginn ekki. Hvað segir þú? Ég ætla að segja að Haukaliðið er orðið of þreytt. Það er orðið of meitt og það er orðið of þreytt og það er orðið of tæft og Stjarnan klárar þetta. Úrslitaleikurinn er á milli Gróttu og Stjarnar. Ég verð að viðurkenna að fyrir úrslitakeppnina áður hún byrjaði þá var ég svolítið að horfa á Stjörnuna, það gæti verið svolítið X-faktor þar. Ekkert X-faktor, það er náttúrulega bara frábæri handbolta. Við vitum alveg hvað það geta. Já, ég hélt að þær myndu kannski toppa þarna og bikarmeistaratitillinn væri loksins búin að kveikja í þeim að hætta að vera með seilur hálsinn. Þetta er náttúrulega silfurlið. Hvað er í 2013, 14 og 15 núna búið að lenda í öðru sæti í deildinni. Allt eru ferdir. Ég hafði trú á þeim og ég hef ennþá trú á þeim sko. Og eins og segir sko, eins og með Ramúni, ég held að vegi mjög þungt að hún sé ekki á 120% sko. Þannig að við erum að sjá fyrir okkur bláan úrslitaleik eins og Logi Geirsson spáði fyrir. En sjáu því, ég held að við hefðum allir getið verið sammála á því sko fyrir úrslitakeppnina. Ef þau tekið sko bara þegar leið á deildinni lauk og þú hefði sko veifað þessum 1000 köllum og sem út alltaf hótt okkur og beðið okkur að veðja þá er ég vissum að við hefðum sagt úrslitaleikurinn er klár Grótta Haukar. Ég gamlaði á Stjörnuna. Ég er að segja að Stjarnan verði Íslandsmeistari. En Haukar finnst mér ekki, þær eru ekkert að leika verð, þær eru bara orðnar þreyttar. Það er bara slá í það núna. Og þetta tímabil er búið að vera undir restina og þétt spila fyrir Haukar. Ég ætla gamla á móti ykkur. Ég einhvern veginn held að Haukar klári þetta. Já. Í oddaleiknum á heimavöllum. Það myndi ekki koma neinum óvart, það myndi ekki koma mér óvart sko. Mér finnst einhvern veginn skrifaði skýin sko Elín Jóna Þorsteinsdóttir. Það er einhvern veginn skrifaði skýin það var fyrst í það. Það er skrifaði skýin að hún fái úrslitaði mig á móti Gróttu. Svo
bara daginn eftir seinasta leikinn þá bara sænur hún aftur yfir í Gróttu. Það var eitthvað, Elín Jóna. Já. Þetta verður, hún hefur reynst sínu félagi. Er Íris að fara að hætta þetta tímabili? Nei, en ég meina Grótta á Elínu. Já, Elína vill ekki, eftir þetta tímabil, Elína vill ekki setjast á bekkinn aftur heil tímabil, sko. Nei, ætli það. Það er ekki séns. Nei, þetta samt win-win fyrir Gróttu, held ég, þó að Elín Jóna hafi nú kannski verið svona... Hún hefur gert þeim erfitt fyrir. Já, gert þeim erfitt fyrir. Manneskja sem búin að standa sig svona vel í vetur og búin að finna að fá blóðið núna og upplifa hvernig þetta hún ekki að fara í eitthvað lið og til þess að vera markmann nr. 2 með besta markmann á Íslandi fyrir fram að sig. En það held ég að Grótta sé ekkert að fara, ef að Íris Björk að fara að vera í markinu á Gróttu, að þá Elín Jóna ekkert að fara að vera þar, held ég. Ég held að Grótta sé bara að fara að lána hann annað ár og þegar að Íris Björk ákveður loksins einhvern tímann eftir 20 ára að hætta, þá kemur bara Elín Jóna inn, skilju, og hún verður bara öflugri einstaklingur fyrir vikið, sko. Þessi fundur eftir þetta tímabili verður mjög stuttur með Elínar Jónar og Gróttu, sko. Hann verður mjög skemmtilegur. Þú verður ekki verið að fluga á vegg það. Kári býður í kjötsúpu og svo bara... Þú hefur aldrei fengið boðið það? Nei. Þú ert ennþá svolítið sár við því. Ég heyri það. Það er einhver undirliggjandi gremja þarna. Það er undirliggjandi. Ég var ekki búinn á því að vera. En þú átt vona, þú sagðir það, þú átt vona að Stjarnan taki gefi málsættinum gott silfurgulli betra á frí og hendi sér í gulli að þessu sinni. Ég er alltaf að fá góðan stuðul á það líka, sko, móti ríkjandi Íslandsmeisturunum, sko. Það snýst alltaf stuðulinn. Já, það snýst stuðulinn, þannig að ég hef trú á þeim, sko, en það kemur ekkert á, sko, ég hef trú á þeim og ég svona var að gambla svolítið á þar og en það kemur ekkert á óvart ef að Haukar myndu vinna oddaleikinn og verða Íslandsmeistarar eða Grótta myndi bara klára þetta. Öll þessi lið eru bara það góð. Já, það er rétt. Og þau eru öll verðugir Íslandsmeistarar. Lúter, þú ert nú búinn að segja oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í vetur að það verði allir byggaraskápar tómir á Seltjarnarnesinu í vor. Þetta er ástæða fyrir að færa aldrei í kjötsúpuna. Þetta er ástæða fyrir að aldrei fóði. Þú ert búinn að segja þetta nokkrum sinnum. Ertu ennþá þessari skoðun? Já, ég er það. Ég held að hvort sem að, þetta er aðeins fara að vinna með þeim, aftur, finnst mér Gróttu, en ef að, ég held að það er því miður. Ef Grótta lendir í til dæmis meiðslum, þetta er svo mikið sem getur gerst, sko. Ef Íris Björk meiðist. Hvað þá? Ég meina, hún ekki búin að spila bara allar mínútur í vetur? Hefur hún farið út af þetta? Já, hún hefur farið örugglega í eitthvað, það er ung stelpa sem ég reynda man ekki hvað heitir. Sem er í 18 landsliðinu, ekki? Já, ég held hún sé nú búin að fá einhverja mínútur, sko. Já. Það er spurning, djúpa lögin, sko. Hún er helviti djúp, fara bara inn í... Það gerist ekki með skilur, það er svo erfitt að spá fyrir þetta. Þorsteinn Haukur var fyrsti maðurinn sem ég heyrði dæma Stjörnuliðið út þegar Flórentína meiddist. Hann var fyrsti maðurinn bara, þetta er búið, þetta er ekki að ganga upp, þetta virkar ekki. Nei, ég skal viðurkenna það. Við erum að sjá Heiðu taka 15 bolta í kvöld, tók hvað, 12 bolta þar á. Nei, ég skal alveg gefa ykkur það, Heiðu er búin að koma með skemmtileg orð. Ég hugsaði með mér, ég skal alveg bara standa með þeim orðum, hvort að ég setti ekki á Facebook. Ég sendi það skilaboð, þetta er búið, og þú svaraði nú. Þetta er til? Já, ég sendi það á Facebook, þetta er búið, og þú segir nú og ég segir Flóra minn. Kannski þetta bara fáiðska eða eitthvað, en ég náttúrulega bara hef ekkert séð rosalega mikið með Heiðu. Heiða hefur spilað í Ólisteildinni á fleiri liðum með Stjörnunni og hún er mjög góð. Ég meina, hún á ekki landsleiki, mér minnir hún eigi landsleiki með þess að. Hún er framfærilega markmaður. Já, og mér finnst líka rétthendi hornamaðurinn, rétthendi hægri hornamaðurinn á Stjörnunni, gamla Brynni, mér finnst hún bara alltaf vera að vexa með hverjum leik, sko. Já, hún verður betri með ára. Þetta er rosalega, gaman að sjá hann að svífa þann inn úr og vindi einhvern veginn upp á sig og það er allt inni, sko. Það er líka bara ákveðin kemistri í kringum Stjörnuna og nú er ég bara að dæma út frá því sem ég hef séð og eftir leikina okkar á móti þeim. Það er ákveðin kemistri í þessu liði og mér finnst þetta að vera að smella hérna bara. Mér finnst það. Já, ég er sammála því, ég held að... Ég held að það þurfi bara rosalega lítið. Þetta er íta takkanum alveg inn, sko, og þá bara allt í einu fáum við bara
getur bara fengið sóp sko eða eitthvað. Við getum allavega verið saman það að við eigum veislu Haukar hafi líka sem að gleymist kannski svolítið í þessu og kannski fáir er að tala annað. Ég held að Haukar hafi líka mist alveg svakalega gott þjálfarateymi. Já, það náttúrulega spilar henni líka. Ég er búinn að reyna að finna stuðul á Stjörnuliðið. Já, bara veðja bara að leggja undir hérna bara í beinni núna. Þú ert komin inn með vísakortið síðan. Þetta þið ekki að ringa í mig þetta klikkar. Hann með vísakortið kona. Já, ég ætla bara að leggja spariféð undir. Það þýðir ekki samt ekki að ringa í mig ef þetta klikkar. Við fyrir kannski að segja þetta gott í Ólísdeild kvenna. Mér langar að spyrja þig, kannski sérstaklega í lokin. Það er búið að vera líflegar umræður núna það deildarfyrirkomulagi. Þú sem þjálfari í liðs sem að öllu óbreyttu eða miðað við upprunalega planið átt að spila í næstefstu deild á næsta tímabili. Hvað finnst þér? Mér finnst þetta að spila einni deild. Þú veist, ég meina það sem ég fyrir mér í því er að leikirnir okkar á móti efri liðanum hafa verið bara mjög skemmtilegir. Við erum á öðru árinu okkar núna síðasta tímabili og við erum ekkert að fá neitt skell í öllum þessum leikjum og ég sé ekki bara okkur að þetta breyti einhverju sem er að virka. Við erum að fá nýliðun inn í deildina og við erum að fá 8 úrslitakeppni sem ég finnst gríðarlega miklu. Já, hún er búin að vera frábær, hún er bara ógeðslega skemmtileg. Þannig að ég sé ekki af hverju vilja menn breyta hlutum sem að virka. Við vitum ekki hvort hitt virkar, það gæti gert það gæti orðið miklu betra, en við bara vitum það ekki. En sko, nú erum við með 14 lið. Það er talað að Víkingar komi inn með 15 lið og einhver hvíslar að því að jafnvel 16 lið sé á leiðinni, hversu sem það getur verið. Þurfum við ekki einhver staðar? Jú, klálega. Hvenær eigum við að skipta? Þetta er hlutur sem mun gerast, en það sem ég kannski er að horfa í núna er að við erum að koma inn fyrir 2 árum síðan, þetta er 3. tímabil okkar á næsta ári og Fjölnir og Afturelding kom inn í fyrra og jafnvel við fáum 1 lið í viðbót núna. Ég gerir mig grein fyrir að við erum að spila þá 27-30 leiki eitthvað svoleiðis yfir tímabilið. Þú ert að spila 26 leiki núna? 26 leiki, 26-30 leiki yfir tímabilið. Mér finnst það ekki sérstaklega mikið. Svo bætir við bikarnum við og það fer alla leið. Það kemur góð pása, það er landslýspása inn í þetta og... Sko, við getum kannski bara að byrja mótið aðeins fyrr, bara lengta kannski aðeins og þú veist, ég vil gefa þessum liðum smá tækifæri til þess að festa sig í sessi að þau verið orðin rútínur inn í klúbbunum vegna þess að kvennaboltinn á undir högg að sækja hjá liðum sem eru nýbúin að stofna þessar deildir. Við höfum séð þessi lið koma inn og detta út og koma inn aftur. Fylkir gerða það og við gerða það, Afturelding er búið að gera það. Viljum við ekki hafa sem flest lið bæði karlamegin og kvennamegin? Og ég sjálfur persónulega spilaði sem leikmaður í 8 liða ég held hún hefði heitið N1-deildin þá, karlamegin og Hún vannst hana nú einu sinni? Já, ég einmitt, hún var 8. Við þurfum að koma því að. Já, takk. Skilur, mér fannst skemmtilegra í þessari 10 liða deild, sko. Ég bara gef mér svo smá séns. Þegar við erum komið með 15-16 lið, þá skulum við bara fara í þetta. En ekki gera þetta núna. Þó þetta sé gert, sko, eftir 2 ár. Gef mér svo 2 ár. Sko, Víkingarnir hafa sagt að basically á ársþinginu bara ef þetta verður ein deild þá höfum við ekkert lið til að senda. En að samanskapa eins og IR, Fjölnir, Afturelding eðlilega kannski vilja halda sæti sinni í deildinni. Hefur áhyggjur að því einhver af þessum liðum, kannski K.A. Þór líka, hefur áhyggjur að því einhver af þessum liðum hreinlega dett út af? Já, ég hef áhyggjur af því og ég held að sé líka bara að það er ekki rútínur inn í klúbbanum. Ég held að sé ekki bara komin þessi hefð og þetta þurfi að gefa því séns. Og svo held ég líka að ef við erum að líta og að horfa til Víkings að þeir séu ekki með lið til þess að fara inn í Ólafsdeildina núna. Þannig þeir eru vantarlega að horfa í innan 2000-2001 árgang sem þeir eru með sem er mjög góður. Ég held að séu bara bikarmeistarar og séu á góðri leið með að vera Íslandsmeistarar ef þeir eru ekki orðnað. Er ekki bara spurning að kannski bara bíða í 1-2 ár, fara kannski í utandeildina á næsta ári og koma bara með liðin á næsta ári. Ef þær eru svona ungar það geti ekki spilað í Ólís, eru það ekki bara flottar þá eða? Er það ekki bara allt í lagi skref? Lúter, Þurfum við að keyra þetta í gegn, fyrst þeir hafa ekki lið í Ólís? Mér finnst að við ættum að halda einni deild. Ég er á því, bara úrslitakeppnin finnst mér vera bara, tala nægilega mikið fyrir því. Lúter, ég sjaldan sé þið það jafn lengi, hefur eitthvað við þetta að bæta? Nei, ég hef út af því, ég hef ekkert vitað á þessu. Ég hef ekki vitað á þessu.
Ég bara Þetta myndi því að fleiri kvöld sem við erum út að fjalla um handbolta. Af hverju allt í einu fekk ég einhverju svona drauma hugmyndum að vera bara með 2 deildir bara sem eru bara jafn stórar og 4 lið þaðan kæmu upp úr 2 deildum og fara í úrslitakeppni. Það var prófað í Karlamegin og ég held að þetta er Nissan-deildin. Það gekk ekkert sérstaklega vel. Nei, ég meina, hvernig ætlar að skipta þessu? Víkingur getur ekki verið að kvarta undan því að þær hóta því að ef það er ekki eitthvað þá komum við ekki með lið. Víkingur á ekki lið til þess að senda í ólíðsdeild kvenna. Það er bara ekki til. Þú getur ekki farið í ólíðsdeild kvenna sterkustu deildinni í Íslandi og sagt bara, við erum bara með og fara að monta þig af því og setja með 3. og 4. flokk. Ja. Það bara gengur ekki, sko. Það er bara óvirðing. Þeir eru bara að gefa þessu bara meiri tíma og komið þá bara eftir 2 ár með fullmóta lið. En það er náttúrulega líka kannski svona eins og leiðilegt. Ekki það ég ætla að fara að fullyrða leikmannum á ÍR en maður sér einhvern veginn fyrir sér bara Brynhildur, leikmaður þinn. Hún er ekkert að fara að spila í fyrstdeild. Hún er með 3 ára samning, þannig að... Með ákvæði, eða ekki, má megi fara? Ég veit ekki til þess að séu neina ákvæði neina samningum í okkur. Okay. Þannig að þú veist, ég er ekkert að hugsa um þessi leikmannamál. Við verðum á næsta ári hvort sem það verður fyrsta deild eða ólíðsdeild. Þannig að sko, ég held að sé bara, eins og ég horfa á þetta, að breyta einhverju sem að virkar. Við erum að reyna að fá nýliðun inn í deildina og hún er að gerast að þá kannski gefum við svo aðeins meiri tíma og ég er ekki að segja, þetta mun gerast en það er spurning hvenær er rétta mómentið fyrir þetta gerast. Við erum að horfa á afturheldingu með eldri leikmenn sem eru kannski svona á síðustu metrónum. Ég meina, Hekla verður ekkert yngri og Vigdís á línunni og svona. Þannig að hvað gerist ef að þær fara allt í einu niður í fyrstu deildina? Hugsa þessi leikmenn, hugsa Hekla. Ég meina, nú bara leyfa ég yngri leikmennum að taka í keflinu, svo eru kannski bara ekkert yngri leikmenn sem að taka við hennu kefli, sko. Til þess að taka við því. Þú veist, hvað gerist? Ég meina, þetta það bara út. Erum við þó ekki að gera akkurat það sem við ætlum ekki að gera? Það er náttúrulega hárrétt. Ég held við þurfum að láta þetta vera loka orðin. Við erum að detta rosalega á tíma, sé ég á tæknimununum. Ég þakka bara kærlega fyrir árið og ykkur fyrir komuna og skemmtilegar umræður. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.